Komið sæl og verið hjartalega velkomin í Frelsið yndislegt. Ég heiti Ásdís Birna og með mér hann Guðmundur Ingi. Í dag ætlum við að ræða málefni kvenna og í tengslu við fangelsum þar að segja og höfum fengið til okkar frábæra gesti eins og alltaf. Kristínu Pálsdóttur, formann Rótarinnar, Auði Guðmundsdóttur, deildarstjóra hjá Fangelsismálastofnun og Matthías Matthíasson, teymistjóra hjá Geðheilsuteymi fangelsana. Þú kannski byrjar Gummi að segja okkur frá stöðu mála. Já, konur í fangelsum, afar áhugavert efni og við getum örgulega spjallað í marga klukkutíma það í dag. en við ætlum nú að reyna að vera í klukkutíma en hann Matthías ætlar að skjótast jafnvel aðeins fyrr. Einhver mikilvæg fundur, mikilvæg er hann að vera hér. En já, konur í afplánun, það er eitthvað sem að það er eins og það er bara hreinlega gleymst að gera ráð fyrir að konur fari í afplánun hérna fyrir nokkur 20 ára og síðan hérna þá hefur þetta bara, já þetta reddast einhvern veginn. En þetta er svona að breytast, eða vonandi, það eru fleiri og fleiri að koma að þessum málum og hérna kynna sér þessi mál konur. Það hafa verið að koma út margar skýrslur frá innlendum og erlendum eftirlitsaðilum og núna 2 bara nýlega frá umboðsmanni Alþingis og Ríkisendurskoðun þar sem að klárlega kemur í ljós að staða kvenna í afplánun er lakari en karla og það er svo sem hefur ekki verið neitt leyndarmál og við höfum allt vita það. Þeirra svona möguleikar í afplánun eru færri og það er kannski að því að vistunar möguleikar eru fáir og menntunar og vinna og hérna það er minni möguleika að fara í opið úrræði. En á sama tíma núna erum við að sjá samt sem áður að hlutfall kvenna í afplánun á Íslandi er að hækka og er orðið einna hæðst í Evrópu. Nei, Norðurlöndunum allavega. Það var fyrir ekki. Og hérna, en það er auðvitað ástæði fyrir því. Við erum til dæmis með mikið af erlendum konum sem að ekki búa hér og eru meira burðardýr kannski eins og það er kallað þó að ég sé nú ekki hrifin af því orði. En við ætlum svona að byrja kannski á að því hún er með okkur hérna Kristín Pálsdóttir í Rótinni að kannski aðeins að fá að svona heyra ykkar stuttu máli bara hver starfsemi Rótarinnar er. Ég geti ímyndað mér að margir spyrja sig hvað það er. Já. Rótin er satt félag sem var stofnað árið 2013 málefni kvenna með vímuefnavanda. Og við höfum nú svona verið að gera ýmislegt í gegnum tíðina en við höfum og aðalega bara verið að beita okkur fyrir betra kerfi að við séum með kerfi sem að þjónar fólki með vímuefnavanda og þá líka konum í fangelsum af því að við vitum alveg að það er náttúrulega rosalega há prósent af þeim sem er í fangelsum með vímuefnavanda þannig að það er náttúrulega svona samsláttur á milli þessara hópa og hérna við höfum aðlega verið að beita okkur fyrir bara hærra menntunarstigið þeirra sem er að sinna þessum hópi, það er alltaf verið að kvarta yfir það bara að vanta betri þjónustu og þá er náttúrulega þessi þjálfun starfshópsins rosalega mikilvægt. Þetta er svona mjög mikið áhersluatriði í okkar vinnu og líka eftirlit með þjónustu. Gæða eftirlit. Hvað er bara eins og til dæmis við báðum landlæknum upplýsingar atvik í meðferðarkerfinu og við gátum ekki fengið þær upplýsingar. Samt er þetta lögbundin skráning eins og inn á Vogi væri það lögbundin skráning af því að það er spítali. Og þetta er lögbundin skráning í heilbrigðisþjónustu. Þannig að við höfum rosalega mikið verið að vinna í þessum málum. Við höfum líka verið bara almennt að hérna í alþjóðlegu starfi tengja okkur svolítið við alþjóðlegt umhverfi og hérna haldið 3 ráðstefnur með hérna samstarfsfélögum upp í háskóla og öðrum félagasamtökum og viðar kynja vinkilinn á fíkni málaflokkin og við vorum með ráðstefnu í haust hérna fíknistefnu og það er líka eitthvað sem við höfum verið að beita okkur í. Það er sem sagt bara breytingar á fíknistefnu og hérna og svona vitundavakning það
að það þurfi. En síðan stærsta verkefnið okkar í dag, það rekstur á konukoti sem neyðarskýli fyrir heimilislausa konur og þar erum við náttúrulega að þjóna konum sem að eru að koma úr fangelsi eða að fara í fangelsi, sem sagt þessar konur svona, má segja, jaðarsett konur sem að fara inn og út úr fangelsum, það eru oft okkar gestir. Og eins og við tölum svona þessi hringi eða neyslu og við tókum alveg sér þátt þetta mitt. Já. En þú, við erum búin að gleyma hvað ég ætla að segja. Áfallamiðuð nálgun. Já, einmitt, og við höfum einmitt, og eitt af þeim verkefnum sem að við fengum bara innleitum þetta hugtak á Íslandi árið 2015 þegar hún kom hún Stephanie Covington frá Bandaríkjunum á ráðstefnu hjá okkur og fjallaði sem sagt áfallamiða nálgun sem að náttúrulega í grunninn bara mannréttindamiðuð nálgun og bera virðingu fyrir öllum hvar sem þeir standa. Þetta harmonerar mjög vel með skaðaminkandi nálgun, bara þetta að bera virðingu fyrir öllum hvar sem þeir standa og líka viðurkenna að það saga á bakvið hjá flestum. Fólk hafa sér ekki illa bara að því að langa til þess að maður skoði söguna, í hverju hefur þessi manneskja lent og hver skýringin á því að hún stödd þar sem hún stödd. Já, og þetta kalla líka það að við sem að vinna með þessu fólki að við skoðum okkur sjálf og það náttúrulega rosalega mikið af fólki sem að vinnur í þessum geira, bæði að vinna með jaðarsettum hópum sem á sjálft einhverja reynslu og þess vegna líka og með áfallasögu og hefur líka kannski átt við vímuefnavanda að stríða og þess vegna svo mikilvægt að viðurkenna þetta, viðurkenna söguna okkar og viðurkenna sögu þeirra sem við erum að vinna með. Og það svolítið kannski andstætt þessar nálgun sem hefur ríkjandi píknivandir heilasjúkdómur og þá náttúrulega engin saga sem við þurfum að skoða. En við erum náttúrulega höllumst af þessum félagslegu skýringum sem náttúrulega við vitum að ég meina félagslega rannsóknir sína rosalegan samslátt í áfallasögu, afbrotahegðun, fíknivanda, þetta er allt tengt. Það mjög mikill samsláttur þarna á milli. Já, Matthías, þú ert nú svo sem kannski svona tekur á móti eða svona konum í afplánun og þær eru allavega getur sagt íslensku konurnar oft taldar kannski svona orðnar frekar segja veikari þegar það koma inn og viðkvæmari og með jafnvel meiri vímuefnavanda heldur en kallarnir. Ég sé þetta svolítið öðruvísi hjá erlendu konunum af því að þær eru yfirleitt ekki neyslu, þær eru koma eingöngu, þeir eru sendar sem burðardýr. En hvernig sér þú munin á köllum og konum í áfram? Já, ég held að það sé akkurat svolítið eins og þú ert að lýsa að konur koma inn sé þær á annar borð í neyslu eða eiga neyslusögu að þá vandinn oft mikið stærri og fjölþættari heldur en vandi mjög margra karlmanna í afplánun. Hins vegar eru einmitt konur sem að koma inn með svona þennan bakgrunn mjög fáar miðað við heildarfjölda kvenna í afplánun. Það svona 10% fanga á Íslandi í dag í sem sagt svona lokuðum og semi-lokuðum úrræðum eru konur og til dæmis á Hólmsheiði eru núna einungis 2 íslenskar konur. Þannig að þetta í rauninni ekki mjög stór hópur einstaklinga sem kvenna sem að í fangelsum hverju sinni sem að með þennan vanda en vandinn mjög mikill og oft býsna erfiður og flókin og við þurfum að hafa okkur öll við í geðheilsuteymi fangelsa sem í rauninni svona vettvangsgeðteymi, við mætum á staðinn, við metum ástand, við tökum viðtöl
og við erum þá með svona lyfjameðferð, við erum með viðhaldsmeðferð, við erum að bregðast við til dæmis ópíatafíkn og öðru slíku og þannig að við komum frekar hratt inn í aðstæður þessara kvenna. Hins vegar komum við mun sjaldnar inn í aðstæður kvenna sem að eru sem sagt koma svona á öðrum forsendum, til dæmis konur sem að koma af því að þær hafa verið að flytja inn ólögleg efni til Íslands. Jafnvel þó að þær eigi mögulega flókin bakgrunn, að þá bara kemur hann ekki til okkar af því að við í rauninni sækjum ekki fólk, heldur leitar fólk til okkar alla jafna og eða við erum látin vita af vanda og vandi kvenna, erlendar kvenna, hann bara kemur ekki fram allavega meðan þær eru í fangelsum nema að mjög litlu leiti, þannig að þær leita lítið til okkar. Hérna að þú segir að það leiti til ykkar, hvernig er ferlið, hvernig á þessu stað? Já, það er þannig að 2020 þá er stofnað geðheilsuteymi vegna þess að úttekt pyntinganefndar Evrópu ráðsins, minnum mig alveg örugglega, kemst þar inn í stöðu að geðþjónustu fyrir fanga sé mjög ábótavant. Og þá fer af stað umræða, ég held að það verið 2018 sem að þessi skýrsla er gerð og síðan 2019 fer fram heilmikil umræða það að gera bragarbót varðandi þessi mál og þá kemur til þess að stofna geðheilsuteymi og það er stofnað sem sagt í anda teyma sem að heilsugæslan hafði stofnað. Það var að leita til Landspítalans eftir sín best veit og Landspítalinn taldi að þetta verkefni ætti ekki heima hjá sér, þannig að heilsugæslan á höfuðborgarsvæðinu tók verkefnið og það var sem stofnað annars stigs teymi, ef svo má segja. Það er heilbrigðisþjónustu skipt í 3 þrep og fyrsta þrep er sem bara almenn heilsugæsla þar sem fólk getur leitað bara hvernig sem er. Síðan er annað þrep, það er svona milli þrep þar sem er verið að veita ýmist heilbrigðisþjónustu eða geðþjónustu, þar geta verið sérfræðingar á stofum og annað slíkt og svo þriðja þrep er þá sjúkrahúsþjónusta. Og þetta teymi var stofnað sem annars stigs teymi eða annað þrep í heilbrigðisþjónustu og það þýðir að teymi tekur við tilvísunum vanda og bregst við vandanum og vandin getur semst verið alvarlegur geðvandi eða alvarlegur fíknvandi eða einhver fíknvandi og tilvísanir sem berast í teymisins geta semst komið frá heilbrigðisstarfsfólki sem starfar á vegum fangelsismálastofnunar eða frá heilbrigðisstarfsfólki sem starfar í svokölluðu fyrstilínu sem er þá heilsugæsluþjónusta í til dæmis lokuðu fangelsunum Hólmsheiði og Litla-Hrauni. Þannig að það eru starfandi heilbrigðisstarfsmenn innan fangelsins og svo er þið utanaðkomandi og komið inn í aðstæðunar. Það er sem sagt 2 stig heilbrigðisþjónustu innan fangelsana eða 2 hópar heilbrigðisstarfsmanna. Annars vegar er það sem sagt heilsugæsluþjónusta sem er þá bara almenn, það sem eru læknar og hjúkrunarfræðingar sem eru að sinna vanda sem að getur komið upp hjá einstaklingum í afplánun. Síðan er hópur heilbrigðisstarfsfólk sem að starfa hjá fangelsismálastofnun, þau eru að sinna til dæmis sérhæfðum verkefnum en þau eru líka svolítið að líta til með einstaklingum í afplánun og þau hafa samband við okkur ef að það er vandi til staðar og heilsugæsluþjónustan, semst fyrstilínu þjónustan, hún greinir það ef að til dæmis koma inn einstaklingar með bráðan fíknvanda er í fráhvarfi sem að þau vinna með. Og kannski einstaklingar sem eru svona þekktir í kerfinu. Gæti verið líka. Já, það er svolítið þannig. Á svo litla Íslandi. Akkurat. Og við erum kannski að hitta fólk aftur sem að við hefum hitt áður og svo framvegis þannig að við svo sem lítum líka til með okkar fólki en við tökum líka ábendingar frá fangavörðum og þær eru alveg ótrúlega mikilvægar frá varðstjórum og fangavörðum sem að er að segja okkur frá einhverjum vanda sem að er að koma upp og þá förum við og könnum hver vandin er, tökum 1-2 viðtöl og svona aðtugum hvort að við erum að fara lengra inn í málið eða hvernig er hægt að vinna það. Þetta er kannski líka eitt af þeim atriðum sem að Ríkisendurskoðun setti út á, að það þarf að kynna þjónustu betur fyrir konum, hvað er í boði, af því að það er, eins og segja, eru mikið til erlendar konur
og það kannski þekkja það ekki og kunni ekki við að spurja en að því við vorum að tala að íslenskar konur kom inn í kannski verra ástandi en karlmenn, veistu, gerur eitthvað greið fyrir út af hverju það getur verið? Ég með mína skoðun á því sko en ég var ekki til að heyra þín. Já, sem sagt ég get einmitt komið með svona tilgátu það sem ég held að sé nú svona ábyggilega stödd ýmsum rannsóknum. Þannig að konur sem að koma í fangelsi á Íslandi eru í rauninni þá búnar að einhvern veginn lenda í þannig stöðu að svona þeirra félagslega umhverfi ótrúlega brotið. Þær eru jafnvel með mjög brotin bakgrunn, sem sagt bara uppeldisaðstæður og í rauninni já, svona það eru aðstæður sem þær hafa búið við, hafa jafnvel búið við mikið ofbeldi á sínum heimilum, hafa hrökklast út af heimilum, eru búa jafnvel á götunni og eru í bara ótrúlega snúnum aðstæðum og það leiðir til þess að þær mögulega fara að nota vímuefni á einhverjum tímapunkti, jafnvel mjög snemma og það svona vefst upp á það og þarna eins og Kristín kannski var svolítið að vísa í, þarna auðvitað mikil erfið og langvarandi áfallasaga til staðar og ég svona hef þá skoðun persónulega að og sjálfsagt einhverjar rannsóknir sem gætu stutta en svona mitt klíniska nef segir áfalla úrvinnsla kvenna að mörgu leyti önnur heldur en áfalla úrvinnsla karla. Svo veit ég ekki önnur kyn en svona þetta eru svona einhver svona meðaltölu eða megin þættir sem að sér milli þessara tveggja kynjahópa, þar sem kvenna og karla, að áfalla úrvinnsla kvenna er tilfinningaríkari og sárari og erfiðari og jafnvel þrálátra hugsanir, tíðari, sjálfsmyndar, bara mjög slök sjálfsmynd og svona upplifun tap og það að hafa ekki getað einhvern veginn gert ákveðna hluti. Þetta eru konur sem hafa þurft að sjá að baki börnum sínum og einmitt hafa þurft að þola alveg ótrúlega mikið kynferðisofbeldi meðal annars og þær eru útsettari auðvitað fyrir því oft heldur en karlmenn þó að þeir séu líka í ákveðinni áhættu. Þannig að þetta er svo auðvitað sár og flókin veruleiki sem að konurnar eiga að baki þegar að koma inn. Telur það sé líka kannski seint gripið inn í þeirra mál í dómskerfinu? Já, ég hugsa það og ég held í rauninni til dæmis bara það ef að dómskerfið í rauninni að vinna með málefni kvenna og karla á sama hátt, þá held ég að sé bara ekki viðeigandi og það þurfi að vinna þessi mál á annan hátt fyrir utan að það er til reglur eða svona hugmyndafræði sem að kendir við Bangkok af því að þar var ráðstefna og þessi hugmyndafræði reglur segja að konur eigi bara ekki að vera í lokuðum fangelsum yfir höfuð vegna þess að þær hafa ekkert gagn af því og þær bera skaða af því. Þannig að þær eigi ekki að vera í fangelsum. Og þær eru líka kannski síðri það eru yfirleitt ekki fyrir kannski hættuleg brot ólíklegri til að beita ofbeldi áhættum að þetta ætti að liggja fyrir ólíklega til þess en mér langaði fyrir ekki að ég sé að Auður þú ert nú ný fastaráðin deildarstjórið ekki? Já, deildarstjóri vinnu og virknimála. Já, og þið tækja á móti konum þið út á Hólmsheiði okkur er svona vanda við konur? Það er eins og segi í skýringu ég vil ekki að út á læginu með þessari spurningu en við svona erum alltaf búin að aðeins að vera að klukka í þessar skýrslur. Það er lengi koma hjá þér? Já, mér langar að búa til varnar og segja þau fangaverðir á Hólmsheiði eru svo næs við konur. Já, þau eru það en það er náttúrulega, það er erfitt að vera á Hólmsheiði, það er erfitt að hafa bara þetta úrræði. Og eins og Matthías var að koma inn á, þú veist, það er ýmislegt, það eru börn í myndinni og það eru ýmis áföll og annað og þú veist, svo er maður bara einhvern veginn lokar þarna inni. En það sem ég langaði að spyrja þessu, hvernig er tekið á móti konum og hvað er verið að gera? Hvað hafa þeir að gera? Sko, það er vissulega eins og þið voru að tala að konur verðast koma einhvern veginn eins og er fáið bara frekar sjensa úti, þær eru lengur að koma inn og eru mjög brotnar. Og það er rauninni
að því nú hef ég verið með vinnustofuna, ég er með bæði karla og konu og það tekur mig helmingu lengri tíma að öðlast traust hjá konu heldur en karlmanni. Það er bara, já, það virðist vera þannig. En konur sem koma inn, það er náttúrulega, þær fá þjónustu frá ykkur, þær fá í rauninu sömu þjónustu og kallmenn. Það er ekki... En ég meina, ég er náttúrulega að tala um að vinna það er eiga erfiðar með að fara í opið úrræði til dæmis og ég sé í skýrslu. En er það ekki líka bara það að það er kjósa síður að vera það sem er komin þessi blöndun við kalla? Er það ekki líka svoleiðis? Og það eru líka bara færri pláss. Það er bara fyrir 3 konur á Sogni. Ef ég mann rétt. Þannig að það er búið að svona skipta niður að það er bara x mikið fyrir hvort kyn. Já, og þær þurfa þar að vera, þú veist, þetta er blanda rými þar og það eru konur sem kjósa það að gera það ekki. Við veitum dæmi þess. En námsframboð og vinnuframboð? Já, og það hefur líka sömu áhrif að við erum með 2 fangelsi sem að taka, eða lokafangilsi sem taka karlmenn, eða þú veist, bæði Hólmsheiði þar sem þú getur komið á vinnustofuna og unnið þar en konur komst ekki á Litla-Hraun og Litla-Hraun ertu með stóra trésmið, þú ert með járnsmið, þú ert með brotasmuna, þú ert með númeraplötunar, það er vissulega meira þar. Það er gert ráð fyrir að konur séu með svona fyrir iðngreinar. Já, það er svolítið svoleiðis. Og uppalega þegar Hólmsheiðin er byggð þá átti þetta bara að vera stutt stopp. En samt kvennaafplán, en vinnustofunar eru pínu litlar, ég meina það er ekki mikið sem við getum bætt við verkefnum í rauninni. Samt ótrúlega flott vinna sem er í gangi þetta. Já, algjörlega. Eins og sérsta þá erum við með nokkra gripi frá fangaverk til þess að svona sína. Ég er aukast það í morgun og sótti þetta. En þetta er eitt af því sem að svona, þú kemur að, það ekki? Fangaverk. Já. Fangaverk er bæði á Hólmsheiði og Litla-Hrauni og Sogni. En eins og sjá hérna bara þetta er trésmiðan. Konur hafa ekki aðgang að gera þetta því að það eru einfaldlega ekki vistaðar þar. Hvað er í boði fyrir konurnar upp á Hólmsheiði? Það eru konurnar. Það er mjög skemmtilegur. Það er selst mjög vel, skal ég segja ykkur. Það er alltaf allavega undir bestseller hérna, þá er hlutinn mættur. En já, hvað er maður að sjá koma þaðan, þú veist? Á Hólmsheiði erum við að steypa sem eru með puttinn og bara allt sem er á bakkanum. Sveppi, það var einn líka sem málaði þennan. Já, með einn apa líka. Og það sem er skemmtilegt er bara að hópurinn er virkilega listræn. Þau eru mjög klár í einmitt, þú veist, að mála. Ég geti þetta ekki. Já, maður sér alveg að þetta sé sveppi, sko. Já, það er alveg auðljóst. Einmitt. Eru konur sinna þær sérverkefnum þarna eða? Nei, rauninni geta, sko, við erum með, það er steypt strákamegin, en á móti vorum við núna og erum að byrja að leira kvennamegin. Við vorum heppin að fengum svona leirofn, brennsluofn. Þannig að ég held að það sé svona svipað. Þegar það kemur inn og svona fá það aðeins að... Þannig að konurnar geta ekki verið að steypa? Það eru ekki að steypa, nei. Okay. En það eru rauninni yfirleitt bara einn sem er að sjá að steypa og svo eru hinir, þú veist, að mála eða pússa eða pakka inn eða... Og það er fyrir... Það geta bæði konur? Já, það er báðum megin og líka, já, mála. Saumaskapur hefur svona aðalega verið konum megin. Stundum hafa komið strákar sem langar að prófa að prjóna eða sauma og þá bara færum við það yfir. En það er flóknara með steypun og það er rauninni það sem við erum bara, það er út af aðstöðunni. Við getum ekki fært steypustöðuna báðum megin og eins og núna eru, eins og þú sagðir áðan, það eru mjög margar konur í afplánun núna með við. Og þá hún er stútfull vinnustofan. Já, veit. Þær vilja allar vinna, langflestar. Og við erum með núna 15 konur og þær eru allar að vinna. Já. Það gefur manni líka, þú veist, það gefur manni svona, maður upplifir að maður sé með eitthvað rétt, skiljið. Það gerir svo mikið fyrir mann að leggja eitthvað á mörkum, bara það að hafa þessa rútínu líka, þú veist. Og það er það sem að fangaverk, það er bara inn í markmiðunum okkar, það er líka það að bara byggja upp rútínu og viðhalda henni og svo er þetta bara mjög eflandi, þú veist að koma, mæta ákveðnum tíma, þú ert að fara eftir ákveðnum reglum, þú sækir vinnu
þú veist, og situr kynningu þar sem hún sér hvað það snýst og svo líka að þau fá að koma sjálf með hugmyndir hvað þeim langar að gera og það mjög margt flott orðið til út frá þeim að þeim dettur eitthvað í hug. Þegar Kópavogsfangilsi var lokað, þá var kvennafangilsi á sínum tíma og síðan seinna var það blanda fangilsi og kallað fangilsi eða Kópavogsfangilsi held ég. En þegar því var lokað þá voru þeir það kvennfólk sem var í afplánun flutt til Akureyrar og þá kom upp svona nýr veruleiki hvað á að gera þar og fangaverðin sem voru þar og afstaða voru í samskipti við Hjálpræðisherinn og Hjálpræðisherinn keipti bara saumavélar og kom bara með þar og efni og bara það byrjaði bara með föndri líka þar og það gekk í einhvern smá tíma sko, ég veit ekki síðan var þetta náttúrulega flutt og en að því að við erum að tala blöndu fangilsi nú þetta óbúslega misjant á Norðurlöndunum og í Evrópu hvernig þessu háttað eins og sé við höfum verið með blöndu fangilsi hér og við erum ennþá með þetta náttúrulega í opnu úrræðunum og í sumum fangilsum eins og í Danmörku þá jafnvel í öryggisfangilsum ég man eftir það var ein kona inn á kallagangi skilur við þannig að þetta er svo óbúslega misjant sko, hvernig þessi hlutir eru. Þú hefur skoðun á þessu, Kristín? Já, ég hef skoðun á þessu og ég byggi þá skoðun á bara líka tilmælum alþjóðastofnana og vinnu sem hefur farið fram undanfarinn áratug í Evrópu og rúmlega það sem sagt bara á því að hversu mikilvægt það er að hafa þessa kynjaskiptingu og það er sko og það er líka sko ástæðan fyrir að þetta er ekki allstaðar kynjaskipt. Það er bara því að svo vinna hefur ekki farið fram, að það er ekki þekking á áhrifum kynjaskiptingarinnar, hún er bara ekki til staðar og þetta er ekkert neitt svona almenna reglan því miður held ég sko, en það er það, verður það vonandi í framtíðinni að konur getur alltaf valið það að vera í sem sagt, að þurfa ekki að vera með köllum í afplánun. Það er bara, það er ekki góð staða og líka eins í áfangaheimilum og svona. Þetta er rosalegt öryggisatriði fyrir konur af því að, og ef við horfum á það, fólk í þessum hópi þá er einmitt sko kynja misskiptingin er oft ennþá meiri heldur bara í venjulegum sko hjá millistéttar fólki sko, það er ennþá meiri misskipting og konur hafa verið þessar konur hafa verið undir mikilli kúgun karla og þess vegna er þetta svo mikilvægt líka bara að þær fái tíma til að lifa án þessarar ógnar og það er náttúrulega bara upplagt að gera það á þessum tíma sem þær eru í fangelsum en svo er náttúrulega bara hitt sko þetta að eins og Matthías myndist á áðan að þá er náttúrulega það hefur farið fram dálítið mikil vinn á vegum Sameinuðu þjóðanna. Það kom út handbók konur í fangelsum 2008 og síðan kom á Bangkok-reglunar 2010. Það sem er talað að konur eigi helst ekki verið í fangelsum, þær eru ekki hættulegar. Mjög margar konur eru að afplána fyrir glæpi sem að karlmenn í lífið eru að hafa skipulagt og bara talandi þessar erlendu konur sem eru í fangelsunum hér sko. Þannig að þetta er svolítið mikið lykilatriði og svo er líka bara þetta að konur eru fæstar konur í fangelsum að hafa framið ofbeldisglæpi og ég er nú alltaf að fylgjast með í Wales, þar er svona verkefni sem er mjög spennandi, þar sem hefur verið ákveðið að setja upp bara í miðbæ Cardiff Residential Women Center og þá geta konur aðplána þar í stað þess og það er ekki fangelsi, þetta er samt rekið á vegum fangelsismála stofnunarinnar og þá er þetta var hugsað fyrir 12 konur og síðan yrði þarna meiri þjónustu og það væri miklu meiri vinna í því að hjálpa þeim út í lífið eftir og ég held að það hafi verið miðað við að það yrði þarna kannski 3 mánuði og síðan yrði þeim hjálpað áfram í önnur
önnur úrræði ef þær þurfa það. Þannig að þetta er meiri stuðningur og þannig náttúrulega bara verið að horfast í augu við það hvað þessar konur sem að koma í fangelsi og væntanlega stór hluti fanga glímið við mikinn félagslegan vanda sem að tekur sér bara strax upp aftur leiðar fólk lappar út úr fangelsinu. Að þessi tími sé notaður í aðlögun og svo þetta náttúrulega bara miklu ódýrara heldur en öryggisfangelsi. Já, mitt. En að þið vorum alltaf að tala um Kópavogsfangelsi áðan, var það aldrei en hugmynd að opna bara sér kvennafangelsi? Þetta spyrir mig? Eða þú veist, ég bara svona ofspurning til ekki allra. Ég ekki nóg mikið inn í málunum. Staðan alltaf að breyta svolítið núna. Áður fyrir þá voru oft bara engar konur í áplánun eða ein eða tvær og ríkið náttúrulega segist ekki geta eitt svona miklu peningum bara í eina manneskju og það sé ekki hægt. En þessi aukning komin til þess að vera? Já, skilur, eða þetta bara... Já, við erum að sjá með íslenska konur, þetta alltaf svipað. Þetta hefur alltaf verið eitthvað 3-4-5%, eitthvað svoleiðis. En núna, sem sagt, að því að daginn þá kom í fréttunum að 75% allra gæsluvarðhaldsfanga séu útlendingar. Og þetta var svolítið sett upp svona á þann hátt að fólk var brjálað út í útlendinga en þetta var auðvitað bara þannig að íslenska ríki ákvað bara að Íslendingar fengju að sleppa eftir einangrun en útlendingarnir ekki, skilur og þeir eru flestir konur held ég eða svona og þess vegna eru fleiri konur núna í áplánun og líka því að þær getur allar tekið úr dómi sinni samfélagsþjónustu, allar sem ein. Já, maður skjótinni þetta að það náttúrulega bara almennt og alþjóðavísu rosalega fjölgun kvenna í fangelsum og það mikið áhyggjefni og þetta þessi fjölgun kvenna í fangelsum, hún tengist rosalega mikið glæpavæðingu fíkniefna og þetta eru konur sem eru rosalega mikið að koma inn í fangelsin vegna fíkniefnabrota. Þannig að og það náttúrulega mjög gott að skoða þessa glæpavæðingu kvenna í tengslu við fíknistefnu. Matthías, mér langar að spyrja ef að þú fengir ráða, hvað myndi breytast í tengslu við svona aukna þjónustu fyrir svona geðheilsulega séð fyrir konur? Ég held að það væri einmitt mjög mikilvægt að konur fengju aðgang að úrræði þar sem væri stöðug viðvera með þeim. Vandinn við íslensk fangelsi og þá til dæmis sérstaklega lokufangelsi en í raunni opnu fangelsi líka að einhverju leyti að það ekki starfsfólk með föngum allan daginn. Þannig að fangar eru inni á deild til dæmis sérstaklega í lokuðu fangelsunum ef við tökum þau sem dæmi, bæði Hólmsheiði og Litla-Hraun án viðveru neins starfsmanns. Þau eru bara ein hvert með öðru. Já. Og það þýðir í rauninni að til dæmis bara spurninginum áfallavinnu verður svo flókin vegna þess að hluti af vinnu með áföll svo kalluð berskjöldun. Það að segja að svona vinna með áfalla upprifinna og vinna með þær tilfinningar sem koma í kjölfarið og það mjög flókið að vinna með berskjöldunarvinnu í fangelsi þar sem að einstaklingur fer síðan inn á deild gæti farið í sjálfskaða eða farið að nota efni, vímuefni í beinu framhaldi, jafnvel þó að við komum þetta ekki ætla sér það vegna þess að það búið að ýfa upp tilfinningar í tengslum við áfallavinnuna. Þannig að það mjög flókið að vinna með til dæmis áföll í lokuðum fangelsum yfir höfuð og bara strax með því að búa til annars konar úrræði þar sem væri starfsfólk. Þetta væri þess vegna bara eins og kvennaatkvarði eitthvað slíkt, þar sem væri starfsfólk, styðjandi starfsfólk á staðnum að þá væri þetta búa til miklu samþættari meðferð þar sem að væri einmitt hægt að vinna að endurhæfingu og bata. Ertu þá að meina bara allan sólarhringinn? Að það væri starfsfólk allan sólarhringinn eða bara einhvern vissan tíma? Bæði allan sólarhringinn en líka bara á dagtíma að vera einmitt eftir meðferð, að vera styðjandi, vera til staðar og hjálpa fólki í framhaldi af til dæmis einmitt flóknum tíma þar sem að veri verið að vinna með áfalli beint. Þannig að það væri kannski svona sér bara aðstaða sem væri bara svona geðheilsu svona
herbergi eða svona þar sem að þau getur verið bara kannski eitthvað tíma eftir. Til dæmis, Já. til þess að róa taugakerfið Já, og bara ná áttum vegna þess Jóga að og- það rosa vont þegar fólk fer bara Já. síðan einhvern veginn frá okkur beint inn í einhverja aðstæður sem við höfum engar stjórn á Nei. og vitum ekki hvernig virka alltaf. Oft talað að samfangi sé besti sálfræðingurinn og áður fyrir þá voru fanga mikið sem sagt, bara inn á klefa hjá grunum og spjalla, horfa á myndir, ræða vandamál. En þetta var eitt af því sem var bannað. Já. Og þannig að sálfræðingunum var bara kippt út. Já. Það gafst ekki hjálpa með heimalærdóm eða alls konar hluti sko, sem að Já. samfangar gerðu. En þetta svolítið eins og með 12-sporastarfið sem frábært og virkar ótrúlega vel þegar það virkar vel en getur líka virkað hræðilega illa ef að svo byr undir vegna þess að það vantar í rauninni þjálfun. Það verið kannski að setja ábyrgð á fólk sem að stendur ekki undir henni. Hins vegar sem vínátt og sem félagskapur og sem stuðningu hvert og annað. Það held þessi alveg ótrúlega gott og þess vegna einmitt ef að fólk gæti farið inn á klefa eða varið tíma hvert með öðru ef að aðstæður byðu upp á það en einmitt svo hefur það verið bannað reyndar sjálfsagt af mjög góðum ástæðum en það með þetta eins og sumt annað í fangilsunum að ef eitthvað kemur upp á þá eiginlega búin til ein regla og hún gildi síðan eftirleiðis alla. Þannig að það vantar þetta með sveigjanleika í fangilsin oft á tíðum. Ég myndi vilja sjá deildir til dæmis á Litla-Hrauni sem væru með mismunandi segjum öryggisstígi eða trauststígi eða hvað má segja þannig að til dæmis fólk á eða segjum menn sem eru á Litla-Hrauni gætu til dæmis verið með tölvur inni hjá sér og unnið í fjarnámi eða hverju sem en eins og staðinu núna þá eru tölvur algjörlega bannaðar fyrir alla á Litla-Hrauni það þýðir að enginn má hafa fartölvu þar og svo regla gildi bara alla út af einhverjum vanda sem komu upp einhver tíman og það eins með heimsóknir inn á herbergi það alveg bannað fyrir alla núna út af einhverjum vanda sem komu upp og þannig hefur kerfið ekki möguleika og kannski húsnæðisaðstæður eða bara ýmislegt sem að spilar þar inn í kerfið hefur ekki möguleika eins og staðinu núna að stigskipta. Mér langar að spyrja út frá þessu ert þú að taka þátt í þegar vinnan á sér stað eða svoleiðis eða ertu meira bara svona í skipulagningu og svoleiðis ég bara velta fyrir mig hvort að það verði kannski oft svona góð spjöll og svoleiðis til þú veist á meðan vinnu stendur þú veist hvort að þetta sé svona að því það er ekki búið að fara inn á herberginu með eitt og svoleiðis að hvort að það sé þá í staðinn að færast inn í vinnuna eða ég vissulega meira á skrifstofunni núna en ég búin að vera meðföngurum í 7 ár samt en jú, það bæði sko það mjög gaman þegar þú lappar inn á vinnustofun og þú finnur bara andinn góður þær eru bæði þær aðstoða og þeir þetta er alltaf sikkert drými en jú, og það myndast traust og það oft þannig að þú veist, ykkur sem var á kannski erfitt með að fá ráðleggingar frá einhverjum öðrum úti, hann gerir það þannig og einnig líka að þú talar með starfsmanninn og þá vissulega sá verkstjóri sem þar inni hún með þeim allan daginn 5 daga vikunar og hún nær vel til þeirra og það myndast líka oft góð samtöl þar þú veist bæði jákvæð og erfið Þetta svona að breytast því það ekkert svo mörg ár síðan eða kannski áratugur þegar stefna var svo að fangaverðir áttu ekkert að tala við fanga þannig var stefnan áður sko. Þetta var svolítið svona við viljum alveg snúa því við núna og þetta ánáttúrulega bara að vera þú veist, maður hefur séð svona svo til Noregi og svona, það bara góðan daginn, þú veist, skilur þú veist, þetta svo bara eðlilegt fyrir manni og það líka að sko, þetta dýnamiska öryggi besta öryggi það þannig að þú ert búin að ná tengslum við eitthvað, en við eigum öll eitthvað sameiginlegt, þú veist, ef við bara erum að spjalla þá finnum við alltaf eitthvað og þá það öryggið sem að skiptir mestu máli En upplifiði meira með konurnar að það sé svona klædnar úti og svona vörnin, þú veist, eða hvernig sjáu þið það? Já, mér finnst sko, það oft svona, ef við horfum bara á deildirnar og líka, vissulega líka inn í vinnustofu, að það strákarnir, þeir íta aðeins og öskra og svo það bara búið. Já. En hjá konunum, þá
það verður allt svona meira tilfinningarlegra, það allt svolítið lengur, það verða bara sárari og tekur tíma og það í meiri svona baktali og bara eins og maður þekkir það oft erfiðar að þegar þetta kemur upp en á gangi þá finnst mér að stundum hafa kannski fengið að grassera aðeins og lengi á þess að við vitum af því að það einhvern veginn faldara. Þetta líka náttúrulega bara svona, þú veist, þetta ekki bara svona greinlega í fangelsum, eins og segja, þú veist, þetta bara, maður þekkir þetta alveg, þú veist, bara í lífinu að konur eru meiri tilfinningaverur og frekar í þessu svona og þær hafa þetta betri félagsfærni alla jafna en líka flóknara félagsnet og flóknari félagstengsl. Það svona með kostunum koma líka smákallar og það þýðir að einmitt úrvinnsla erfiðra hluta verður kannski flóknar og erfiðar í stundum. Og það flækir aðeins fyrir. Og svo náttúrulega kallar þeir svona akta út. Já. Og þannig að það kannski, það fer ekki fram hjá neinum ef það eitthvað árakstur þar, sko, þannig að þetta náttúrulega svona mismunandi. Og þetta líka bara þegar maður skoðar til dæmis áfallasögu og svona að það eru áfall kvenna og kalla eru ólík og það eru ólík viðbrögð og ólík færni til að vinna úr. Þannig að þetta sko kynja, þegar maður fer að skoða þessa kynjuðu þætti að þeir hjálpa fólki mikið í vinnunni að skilja betur hvað verið að díla við. Ég gleymd að minnast áðan í sambandi við áfallamiðunálgunina að við vorum með rótin var með námskeið fyrir starfsmenn Fangelsismálastofnunar og geðheilsuteymi fanga var líka, þetta var samstarfsverkefni þessara 3 stofnana fyrir alla starfsmenn Fangelsismálastofnunar í áfallamiðunálgun fyrir 2 árum. Já, ég var einmitt á því líka. Mjög áhugavert námskeið og gagnlegt. En hvernig með að því að nú til dæmis með konur í afplánun að þetta þáttur konur bara fólki en ég meina nú þurfa þær oft meira af öðrum kannski nauðsýna vörum en karlmenn þeim tryggðar þessar vörur einhvern veginn eða að tala dömubindi eða eitthvað slíkt það alveg tryggt í dag já, þær fá það að kostnaðarlausu en eins og snyrtivörur, krem og svoleiðis, þá Guðrún sem er verslun okkar mjög duglega að fara í allar þær verslanir sem þið. Varstu ekki með eitthvað beauty kvöld eða eitthvað? Jú, við erum að byrja með það. Það að byrja. Það verður svona, einu sinni viku verður svona konukvöld. Wow. Þar sem að við höfum verið heppna fengum kassa með alls konar möskum og naglalakum og einhver svoleiðis, þannig að ef það einhverjir sem vilja gefa meira það endilega hafa samband. Og hvað þá, þú veist, hvað það bara svona dekurkvöld eða hvað það hugsa sem, þú veist? Hugmyndin í rauninni bara að leyfa þeim bara vera svolítið kona, bara eins og við gerum, bara ekki allir að taka dekur á sunnudögum og þú veist að þær fá bara fara og þá þetta bara kvöld sem að þú veist, það kannski maska kvöld í kvöld eða og svo í næstu viku tökum við neglur eða og svo planið að reyna að fá eitthvað sjálfboðlega inn sem myndi þá kannski koma og kenna húðrútínu eða eitthvað, þú veist, lit og plokka eða Þetta er frábært. Þetta er mjög mikilvægt. Ég til dæmis, ég ætla að setja sjálf á mig. Ég man bara þegar ég satt í einangrunum aldamótin og og þá var mestu ágjörðum mína voru hvenær klipparinn kæmi og ég var alltaf að spyrja þessu og fangaverðin sem voru þá þau eru ennþá að tala þetta var eitthvað stórt mál í gangi og þetta voru einu ágjöta mínar hvenær klipparinn en eðlilega og það hefur líka bara áhrif á sjálfsálitið að fá sérstaklega fyrir þá sem eru stutt klipptir hvað sem það kona kalla eitthvað annað sko. En líka bara það að fá að pröfa eitthvað krem eða eitthvað svona sem að þú veist, við erum bara búin að vera eins og segja og erum ennþá að leita af meira af Er þetta einhver hugmynd sem kom frá þeim eða var þetta Þetta er rauninni, við höfum svolítið verið að ræða í fagráðinu aðstæður afplánun og og það var bara ekki komið í gegn þannig að við ákveðum bara að byrja svona og Þetta er nú smá svona inn í geðheilsu svona, þú veist, þetta skiptir miklu máli fyrir geðheilsu Algjörlega Já, þetta er En hvernig það, ef við tölum um svona hárgreiðslu og svoleiðis, er aðalið sem kemur inn í fangelsin og býður upp á svona þjónustu
þeim að kostnaðarlausu eða hvernig? Ekki alveg að kostnaðarlausu en verði mjög lágt og við vorum einmitt bara að fá nýjan klippara núna og já. Og það bara klipping eða líka litunum eða fyrir konur? Það er bara klipping núna en vonandi kemur eitthvað sem til í að því að málið bara að kona í fangilsi á ekki pening fyrir 20.000 krónur klippingu. Nei, alveg ekki. Þetta bara, það gengur ekki upp. Nei. Þannig að við erum alltaf bara að reyna að fá eitthvað sem kannski líka svolítið til að gera svolítið með hjartanum bara ætla að láta gott sér leiða. Við færum þetta aftur í aðeins þingra. Þá, kannski Matthías, að við vorum að tala konur eru kannski að missa börnin sín áður en þau fara í fangilsi og annað slíkt og síðan koma þær inn í fangilsi og maður hefur tekið svolítið eftir að svona svipu rútína hjá íslensku konunum svolítið í afplánun og þannig svo að það séu með svipaðar áráttur einhvern veginn sem þær byrja mikið þrífa áráttur og halda öllu hreinu og jafnvel þrífa okkur með einasta degi sömu hlutina aftur og aftur hengja upp mikið af myndum, þetta er svona eitthvað sem strákarnir gera ekki síðan fer í gang að reyna að ná samskiptum við barnavernd og finna lögfræðinga og gera eitthvað og reyna að koma á samskiptum og undirbúa það þegar þau losna að fá að hitta börni. Já. En svo sér maður að þær eru komin aftur eftir einhverja vikur eða mánuði jafnvel og hafa aldrei hitt börni. Nei, þetta er auðvitað bara spurningin í fyrsta lagi að þegar að í rauninni þessi umhverfi sleppir sem að þær eru að koma úr sem er uppfyllt af óöryggi, það er uppfyllt af því að þurfa að redda sér efnum að því að mann er kalt og maður þarf að sofa í einhvern stigagangi af því að maður var að rífast við einhverja konur og kemst ekki inn í konukot eða eitthvað slíkt sem betur fyrir ákveðnar undantekningar en það kemur líka fyrir en líka bara það að vera í neyslu er ótrúlega flókið og sérstaklega maður er á götunni og eða býr í erfiðu húsnæði eða með ofbeldismann við hliðina á sér sem er að stýra lífumanns að þá það að koma inn í fangilsi er alveg ótrúlega mikil breyting á högum og það líka að þegar efnunum fer að sleppa þá fer hugurinn aðeins að skýrast og lífið aðeins að léttast og þetta verður auðveldara en þá koma líka áföllin svo sterk inn af því að efnin halda þeim svolítið í burtu og þá er einmitt farið kannski að kompensera eins og kallað það er að segja einhvern veginn að bæta fyrir einhvern veginn koma öll í röð og reglu og setja allt einhvern veginn reyna að ná stjórn á því sem hægt er að stjórna og það getur akkurat verið að þrífa og hengja upp myndir og gera eitthvað slíkt og svo kemur þá viðleitnindis að reyna að einmitt vinna upp það sem að hefur horfið eða brotnað eða minkað og það er að ná sambandi við börnin og ræða við barnavernd og annað slíkt. Og það sem hins vegar gerist þegar að fólk kemur út úr fangilsi aftur, konur koma út úr fangilsi aftur, að þá er alveg spurning, er búið að ná einhverjum árangri varðandi fíkvanda, er búið að ná einhverjum árangri varðandi áfallasöguna, varðandi sárar minningar og erfiða hluti, er eitthvað búið að vinna með í rauninni þetta hegðunarmynstur sem að neysla getur svo auðveldlega orðið ef það er ekki, sem það er oft ekki vegna þess að bara aðstæður í fangelsum bjóða ekki til að upp á það að þá fara konur bara aftur á sama stað þær eru kannski að fara í sama úrræði það er ekkert búið að finna handa þeim eitthvað öryggi eða skjól, heldur eru þær kannski bara að fara aftur á götuna eða fara aftur í gamla mynstrið og þá einmitt því miður þá bara brotna eða þá hverfa öll fyrirheitin og góðar fyrirætlanir. Erum við að sjá eitthvað mun á aðsókn í heimsóknir hjá konum og köllum að þeir geti ímyndað mér að þú veist ef að bara faðirinn er í fangilsi að þá gerir maður bara ráð fyrir að börnin séu hjá móðurinni en það er örugglega ekkert alltaf eins í hináttina þú veist eru börn frekar í fóstur úrræðum þegar það er mamman sem er í fangilsi. Já, ég held að við sjáum það. Já, það er örgulega möguleika á því, það er alveg örugt. Já, en það getur verið, ömmur eða afar í sikur áttina, það er alveg séns að því að pappin setji staðar en sjáu þið eitthvað mun á, eins og segja, svona aðsókn á heimsóknum frá börnum, þú veist, er munur á því milli, kannski þekkja ekki og segja það bara. Það er bara tvær íslenskar konur inn í kerfun okkur núna. Já, þannig að það kannski bjáður þetta aðeins. Já. Ég held samt, ég myndi segja það.
heimsókn, að það sé meira, Meiri heimsóknir. já, sem að karlar Já, er að fá heimsóknir, já. einmitt. En við, Hitti kannski meira ferli. svona Hitti meira barnaverndarnefnd að það sé verið að fara í, inni fara í, já, Já, skiplaðar akkurat. heimsóknir á meðan á afplán stendun. mér langar aðeins að Nú fær ég Já. að fá að stinga af. þú mátt stinga af, við Það var höfum búið áfram Takk kærlega fyrir Líta komuna. á að það væri möguleiki. Takk fyrir það. Takk fyrir. Að því að við höfum verið að ræða um að konur séu oft í fangelsum vegna í raun og veru kannski mannana sinna eða annara manna Já. og við til dæmis hjá afstöðu höfum talið og við erum alltaf að reyna að vekja athygli á því að það þurfa að skoða betur þær konur sem eru í afplánun að við teljum að margar þeirra séu fórnarlömb mansals í raun og veru. En það virðist einhvern veginn, það virðist vera skilningur á þessu og eigi að skoða þetta betur og það er svona einhvern veginn að reyna að sjá þetta en það er samt ekki hægt að gera neitt af því að það er vissulega komið með efni til landsins. En ég meina ég á svo erfitt með að skilja af hverju það er ekki hægt að gera neitt vegna þess að við vitum að það er yfirleitt í langflestum tilfellum eru þar að fá dóma undir 2 árum. Þannig að það er eiga að geta tekið samfélagsþjónustu, það væri hægt að flýta ferlinu, það væri hægt að dæma þær innan viku, þær geta að fara strax í samfélagsþjónustu og þeim tryggð þjónusta, áfallahjálp og ýmis konar á meðan og svo eru þær farnar úr landi. Sko. Þetta er bæði mun betra fyrir þær og byggja þær upp og þetta er betra fyrir samfélagið, þetta er ódýrara, skilurðu, maður er ekki alveg að fatta af hverju er viðhorfin okkar alltaf svona, af hverju sjáum við ekki nema bara Við erum náttúrulega með refsikerfi. Þú talar áðan glæpavæðinguna. Þetta er náttúrulega refsikerfi, þetta er ekki heilbrigðiskerfi. Og eða félagsþjónusta. En það er bara í þessu samhengi til dæmis það að vera með eins og ég segi þessi útfærsla þarna í Wales sem ég var að tala um áðan að þá er eitt af því sem er mikilvægt er til dæmis að það er aðgengi að það sé miðsvæðis, að það sé ekki langt í burstu til dæmis bara að konur hafi einhverju möguleika að taka þátt í einhverju uppbyggingu og jafnvel tengslum og þetta er miklu mikilvægara fyrir konur en kalla það er af því að þær hafa náttúrulega iðulega að hugsa miklu meira börnin sín og kannski aðra fjölskyldumeðlimi og slíkt og þannig að þetta er svona eitt af því sem er nefnt í Bangkok skýrslunni þannig að og síðan er einmitt þetta, af hverju erum við ekki að skoða það, af hverju er konum að fjölga svona rosalega mikið og þú ert að tala um það þessar konur, þær eru jafnvel ekki með sjálfar með fíknivanda þessar erlendu konur fæstar og þannig að þá eru þær þetta eru konur sem er kannski börn í öðru landi og þá fer fangelsisvist eins og rosalega illa með þessar konur og þetta er eitthvað sem við bara hljótum að þurfa að fara að standa okkur betur í. Þá erum við bara að búa til vandan, eða enn frekari vanda í staðin fyrir að grípa inn í þegar það er engin fíknivandi til staðar en eitt svoleiðis. En svo eru náttúrulega bara mannsalsmál og svona þetta eru ótrúlega flókin mál og það hefur nú verið að byggjast upp einhver þekking í þessu málaflokki á undanförnum árum en oft er erfitt að fá þá sem að verða fyrir mannsal bara til að viðurkenna það eða það er stundum með það vandamáli það bara fólk er ekki að segja frá aðstæðanum eða er hrætt við að gefa einhverjir upplýsingar en ég held að við hljótum að þetta er alltaf versti kosturinn hlýtur að vera að loka fólk inni í öryggisfangelsi fyrir það að hafa verið kúað til að gera eitthvað. Akkurat. Það er bara... En sjáðu þið þetta eitthvað, í ykkar starfi, hefur þetta komið til tals hjá ykkur að þarna sé nú... Þetta hefur komið til tals, já, að þetta sé fórnarlöf mannsals, já. Og það er... Náttúrulega ekkert sem þið getur gert í því, nei, þetta koma þeim upplýsingum eitthvað. Sorgleg staðreynd, en já, þetta hefur komið til tals. Já,
hvað að því að nú ert orðin yfir manneskja í fangelskerfinu, hvað og ég ætla ekki að biðja að gagnrýna neitt, en ég meina, hvað er eitthvað sem þú myndir vilja breyta og á eftir að breyta einhverju á næstunni, er eitthvað heyrt eða? Þetta margt sem að myndum vilja breyta, bæði bara menntunarmálum og vinnumálum. Við viljum auka bara þessi greiðari leið að menntun og ég myndi enda líka vilja sjá bara kerfið okkar allt í heildinni væri, það vantar svona millistig í þessari menntun, hvað þú getur gert, því að það er svolítið erfitt að ætla að fara að koma inn og ætla að klára stúdentspróf en þú geti kannski klárað eitthvað styttri námskeið eins og sjáum í Norðurlöndunum og sem hefur reynst mjög vel þar af því að þá kemur út og þá auðveldar með að fá vinnu. Hvað meinar með því, námskeið? Hvað er boðið þar? Bara styttri námskeið, bara eins og sem gefur þér ekkert próf, heldur bara meira svona þekkingu og svona diplóma. Já, okay, að þú getur setið bara eins og við gerum námskeið sem ég fór hjá Rótinni, þetta er bara svona að fá aukna þekkingu og þá ertu samt með eitthvað í höndunum sem þú getur sýnt fram á og fyrir losnar og tengingu atvinnulífið, það er mjög mikilvægt en fyrir konur myndi ég náttúrulega líka vilja fá að það væri, við þurfum meiri eða annað opið úrræði fyrir þær sem svolítið en það er ekki, ég mynda mig líka að þegar svona námskeið eða svona styttri námir í boði að þá er það ekki jafn óyfirstíganlegt og þetta er kannski oft fólk sem búið að flosna upp úr námi, sérstaklega þeir sem eru með fíknivanda og svona en það er eldklárt í höndunum og það getur og þá er þetta bara svona taka þetta frekar þá í þrepum að byrja að minna og að því að 3 ár af skóla hljóma það hljóma bara mjög erfitt og þú ert líka bara að lenda og þú ert ekki inn í fangilsi 3 ár akkurat, þú ert kona Er eitthvað tenging við eins og Hringsjá eða Bataskólan eða einhver af þessum svona sem er svolítið endurhæfingar úrræði fyrir fólk með Bataskólinn hefur að koma í man ekki eftir tengingu við Hringsjá en það getur vel verið á þess að ég viti það en það sem eru líka þótt kannski svona flóki með konurnar er að eins og tölum áðan þar þú ert lengur að vinna þér traust og það er margt jóga bara aðfundirnir það eru, þú ert kannski með 2 íslenska konur hinar vilja kannski ekki fara þetta tekur tíma að við erum alltaf að reyna það er alltaf lægi að koma og vera með jógatíma þó sé bara 1 það gerir samt helling en hvað er svona að við erum að tala að það séu núna 2 en hvað er svona almennt mikið af íslenskum konum hverju sinni í fangelsi tekið ekki til orðinu bara svona sirka en fólk átt sjá Þetta er búið að misjans alveg niður í eina eitthvað en við hjá afstöðu við höfum líka verið með konur sem hafa verið að heimsækja konur og við erum með vettvangsteymi sem fer inn í öll fangelsin og þar eru bæði strákar og konur og svo höfum við fengið jafnvel utanaðkomandi aðstoð fagfólks sem hefur farið inn í fangelsin sem sjálfboðaliðar hjá okkur til að hitta því að þær hafa góða tengingu við þar og það hefur gefist mjög vel og við erum svona að reyna að sjá hvort við getum ekki gert meira af því en það er því það er oft bara það sem að þær þurfa líka bara spjall og ég gleymi nú aldrei að ég var einmitt í fangelsinu á Akureyri þegar konurnar komið þangað yfir og það komið svo þegar þær komu og þá voru svo margar sem töluðu bara spænsku og ég talaði spænsku og þær bara sumar fóru bara að gráta bara gátu tala við einhvern á sínu tungumáli þannig að það er rosa mikilvægt að þær hafi einhvern veginn og maður þekkir það og veit að það er erfitt að vera í öðru landi að afplána En hvernig er með aðstoð eftir afplánun eru konurnar að sækja mikið í það eða hvernig er stafað því? Ekki erlendu konurnar Nei sem eru kannski veit bara ekkert af því þá eða bara þetta er bara allt öðru sér mál þetta er allt öðru sér það er líka eru yfirleitt bara að fara leið og þær klára sín afplán þær eru yfirleitt ekki
ála eftir mér, svo það, já. Ég sá reyndar, að því ég kom við á Hólmsheiði í morgun að hérna, þá sá ég bækling í vinnuaðstöðu hvenna á ensku frá hérna úrræðinu aðstoð eftir afplánun sem úrræði sem Rauði krossinn með og það sem sagt úrræði sem að þá paraði saman sjálfboðaliða við fanga sem að losna svona eftir einhverja mánuði og fylgja honum svona að svona hjálpa honum út og þetta eru náttúrulega sjálfboðaliðar sem eru ekki með reynsluna að vera fangar en hafa samt mikið áhuga og eru svona, þú veist, þetta þeirra og það skuldbinding í þessu, þú þarfst að vera í að minnstu kosti ár, það ekki? Já. Og það gert mig til þess að, þú veist, þessi tenging, þú veist, að það sé ekki, það ekki. En, algjörlega, en við erum að sjá líka á Norðurlöndunum og þar að það sem að hérna, aukast rosalega mikið þetta peer support. Það séu allt unnið í jafningjastuðningur og jafningja grundvelli og við vorum nú hérna, fulltrúar afstöðu í Finnlandi að skoða sem sagt fangelsi og úrræði og allt þar og við fórum svona hittum svona hvað við kallaði systursamtök sem eru 2 sem að gera svona sama og við þar annars vegar að veita ráðgjöf fyrir ofbeldisneygt fólk og síðan önnur úrræði og við svona eiginlega sinnum öllu það saman nema við erum ekki með housing first þannig eru 100 starfsmenn sem eru jafningjar bara á launum og að vinna þetta farin í öll fangelsi afstæða ekki með neitt starfsmann því að ríkið svo nýst þannig að þú sér hvað þeir eru langt á undan í þessu og þetta að verða alltaf meira og meira á Norðurlöndunum þannig að vonandi að þetta taki við sér hér líka því að þetta skiptir máli að þú veist að tala um að við viljum alltaf gera meira faglegt og við erum samt á þeim stað að það óbúrslega mikið af fólki sem búið að læra og tekur að sér svona verkefni en það getur ekki sett sér í spór þessa fólks og það svona svolítið hluti sem þarf líka að koma. Svo þú komst inn aðan En það sem að ég að því að jafningjastuðningur þarf líka að vera faglegur og það það sem að ég meina bara líka að ekki það sé bara prófessorar í öllum stöðum heldur það að jafningjastuðningurinn sé faglegur. Ég meina hverjir fá að fara inn í fangelsi að fólk sé þá með einhverja undirstöðu þjálfun í jafningjastuðningi frá einhverjum að það sé einhver gæða viðmið í sambandi við það og við svona bara verið að svona bara fylgjast með við sjálfar ekki með jafningjastuðning og hérna núna eða sem við erum ekki með svona með það en við höfum verið að skoða þetta gegnum árin af því að við náttúrulega sem að stofnuðu rótunum við komum úr aðsamfélaginu aðsamfélagið ekki miðstýrt samfélag og það náttúrulega allt mögulegt sem gerist þar inni þannig að og fólk fær ekki neina þjálfun til að geta farið með fundi eitthvað skiljiði en það svona teljum við mikilvægt að það ríkisstofnanir bara eða þú veist félög eða eitthvað sem að fá inn í jafningjastuðning þau séu með viðmið og að það sé allir fá einhverja þjálfun þannig að bara til að tryggja öryggi þetta öryggisvendill til að tryggja þjónustunum ég sé til dæmis ég var aðeins fylgst með líka hjá Hugarafli þeir eru með svona kerfi International Peer Support heitir það ekki bara það? Intentional Peer Support held ég að því Nei, er það? Já, ég held að EPS, Intentional Er það? Það er alltaf hægt ég veit ekki hvað þetta er en ég segi, þú veist þannig að það er hægt að það er líka mjög mikilvægt að jafningjastuðningur hans er framkvæmdur þannig að öryggi þeirra sem að þiggja stuðningin sé tryggt að því að oft er mikill valdamunur og hætta á að þetta þróist í einhver aðra átt heldur en upphaflega ætlanin er. En hvað sér við erum búin að tala í bladra eins og þú sagðir sjálfur það er hægt að tala já, alveg klárlega bara 1000 takkir fyrir að koma hitt okkur og gefa ykkur tíma í það
Og Það minna á fangaverk Já, og það er bara akkurat, fangaverk.is og mjög mikilvægt að kíkja gott málefni og að fólk hafi eitthvað að gera líka á daginn og eins og við kom inn á áðan góður fyrirvari fyrir jólagjá Já, nákvæmlega að það vantar fangelsin er alltaf til í að taka verkefni og ef einhverju vilja styðja við konukvöld og samfélagsmiðlandur okkar, við erum líka á bæði Facebook og Instagram og fangaverk og erum alltaf og rótin og afstæða mjög flotta heimasíðu líka Herði, já, bara kæra þakkir og við sjáumst að 2 vikum liðnum Takk fyrir að fá að koma